Stelpur, hörkuleikur á móti Svíþjóð hérna í dag eftir kannski svona erfiðan leik á móti Noregi í gær. Ekki rétt metið hjá mér? Jú. Þið lendu undir í fyrri hálfleik en komið tilbaka. Hvað var það sem þið voru að breyta til þess að ná þessu? Við bara vissum að áttum mikið meira inni en þetta og okkur vantaði mjög mikið að vinna þennan leik til að gera upp fyrir gætdaginn. Já, líka byrjum að hitta svolítið illa en síðan kom það aðeins í seinni hálfleik betra þá. Smá klaufar í kringum körfuna og ekki mikið að detta í fyrri hálfleikinu. Það var einhvern veginn svona allavega fyrir áhorfanda, þá var maður svona þegar þetta fer að detta hefði maður þá vinna þetta niður. Já, byrjum líka að spila mikið betri vörn í seinni hálfleik. Já. Rosalega stórt lið og nokkrir mjög stór leikmenn í þessu sænska liði. Þið litið allavega út fyrir að vera vel undirbúnar fyrir baráttuna í þessum leik. Já, fórum vel í það hvernig við ætlum að dekka hana stóru eða hana hæstu hjá þeim. Við dekkuðu Eva og Hildur bara mjög vel og náðum að gera það þokkalega, þannig að við hinna ákveðum líka að stíga upp og rífa okkur í gang. Fyrsti sigurinn kominn í Kísakaljó, það lítur að vera svona ákveðin léttir að vera búin að ná í einn sigur á móti flottu liðið Svía. Já, bara andinn miklu betur núna, bara gleði og svona. Já. Ísland á morgun og svo frídagur. Þið viljið nú ekki fara inn í frídaginn með tapabakinu eða það? Nei. Erum við búin að skoða Ísland eitthvað? Nei, við förum bara yfir það á morgun, 900 á morgun. Förum yfir það þá. Kæra þakkir stelpur og gangi ykkur vel.